Kasmín, Rasmín. Jæja, guys. Velkomin hérna. Ok, Bryndur, ég var að hlusta hinn þáttinn og við vorum alveg overboard í takkanum síðast, þannig að við þurfum alveg að slaka aðeins á Við vorum ekki með þetta í mynd líka, því að hann kemur hann á YouTube setna. Það er bara svolítið brjálega að gera, ég hafði ekki alveg tíma til að edita hann, en þannig að fólk sá ekki. Nei, en það sér núna. Það sér núna og það mun sjá nýju fallegu Nýju fallegu neglunar hennar Brynhildar. Sara hættis. Séð, mér líka. Já, en ég naga mínar. Já, ég líka, ég braut tönnina mína út af því. Nei. Sérðu? Oh my god, já, ég sé. Já. Dingalingaling. Við erum með Happy Hydrate. Já, ok, en Brynhildur, nennir aðeins að chilla á svona utanvega hljóðanum. Og það því að í síðasta þátti þetta var bara kókó og þetta var bara allt gett ekki að gefa mér Happy Hydrate. Sorry. Happy Hydrate sem við erum með hérna sem heitir Happy Hydrate og er mjög gott hydration. Já, og þetta er fullt af steinefnum og allt engin fiskur. Engin fiskur. Viljum engan fisk hér. Þetta er allavega ekki svona, þú veist, þetta er original hönnunin, ekki eins og sumir sem að voru að herma. Ertu búin að heyra því? Já. Það er drama í gangi. There's drama in paradise. Já. En heyrðu, velkomin í annan þátt af Gellukast. Við erum gellur. Við erum gellur, þið þekkið okkur. Þetta er svolítið, hvað segir maður? Þetta er svolítið, við erum svolítið út fyrir þægindarmann. Erum við? Nei, veist það. Kannski erum við bara inn í þægindarmann. Ég held það. Og þú veist, við erum alltaf chaotic í að vera með alltaf hreinu, þannig að mér finnst þetta bara svona, þú veist, ég bara allan persónulega finnst mér líður vel. Mér líður vel líka. Þetta samfæra fólk okkur líka. Þess, mér bara líður vel. Mér líður alveg vel. Þið þurfið ekki að hafa okkur, okkur líður vel. Hikki. Ég er með hikki. Ertu með hikki? Það er fucking embarrassing. Ég er bara þú ert móðir. Mér þykir þetta svo leitt í alvörinni. Þú ert móðir. Og hann er hér og ég er akkurat að, ég ætla bara að segja það svona, ég langaði ekki að segja það, sko. Nei. En svo var hryllilegt bara að segja mér þetta, við erum bara að sagja alltaf dag. Og hryllilegt, ég myndi ekki segja neitt og ég væri bara með þetta hikki á fucking halsnum eins og einhver 14 ára. Akkur er þú með hikki? Ég bara var ryksu og svo bara Johnny, var hann svona æstur í því hann bara hætti í alvegni, þetta er hryllilegt mér líður svo illa með þetta og bara I'm so sorry guys að þið þurfa að horfa upp á þetta ef að þetta sést horfa upp á þetta já en heyrðu, ég ætla að gera taste test með bleika Happy Hydrate búin að gera taste test ég veit það heyrðu, í dag ætlum við að fá hjá okkur hérna, við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna hjá okkur báðum og svo ætlum við að fá nokkra velvaldna gæja. Já, töffara og við ætlum að spyrja þá líka smá svona, þetta var mjög random, þeir eru að vinna hérna frammi, þannig við ætlum bara að fá þá inn svona smá í hraðaspurningar. Við erum meila neyða á því að gera það. Já, þannig að við ætlum bara aðeins við ætlum aðeins að heyri þeim og spyrja þá nokkrar spurningar. Spyrja á spjörunum úr, myndir ekki segja það? Spyrja á spjörunum úr? Sanna, hætti með þess að skrýttu. Heyrðu, ok. Hérna, hvað er planið í kvöld? Við erum með A4-blað. Já, sem vorum að reyna að plana þáttinn hérna þegar við vorum komin. Þannig að við fengum A4-blað og penna og það er svona mikið búið að skrifa á blaðið. Veistu hvað við erum? Við erum nákvæmlega eins og við séum Zoom í háskólanum. Svona kennarar sem eru á... Já, svona krakkar, já. Í dag ætlum við að læra, við erum líka með töflu fyrir framan okkur. Já, við getum alveg farið í reikning. Já, heyrðu, Brynhildur, hvað er 7x7? 7x7 er 30 og... Jú, ég veit ekki neitt. Ég kann ekki margkvöldin. Hvað er 6x6? 36. Maður man þetta. Já. Líka út á teboði klúra þessu. Já, að þá er þetta stiplan. Kannski það ástæðan. Takk teboði. Já, you're making us smarter. En plani í kvöld, það er bara, talandi um teboðið. Talandi um teboðið. Við ætlum að hittast. Já, við erum að fara að date. Leyni hittingur. Enginn má vita. Við erum að segja það í podcastinu okkar. Það kemur út á morgun. Ok, þetta er mest að aðja þetta podcast. Ég veit það. En pældi
ángriðs, ef ég var að hlusta á podcast þá myndi ég örugglega vilja hlusta á eitthvað sem væri svona með mjög mikið ADHD út af því að ég tengi við þau. Ég vil að það sé pace. Já, og þetta my brain stimulation á sama leveli og það. En já, við erum allan að fara út að borða með teboðinu og það verður mjög gaman og ef ég þekki ykkur rétt þá munum við örugglega plana fullt af ykkur skemmtilegu og aldrei gera það. Já. og ég og Brynhildur munum örugglega fara overboard í tequila og vera á bömmu daginn eftir. og munum örugglega lofa að við gerum drunk ready with this. Heyrðu, by the way, þá erum við að pæli að gera drunk get ready with us. Takk fyrir þetta. Þetta er orðið svona fastur liður hjá okkur. Já, þetta er orðið svona inside joke. Gregsi bara, en þú veist, ætlaði að gera þetta. Ég er genuinely langar að sjá þetta. Já, nei, ég er alveg búin að fá oft DM bara á mitt Instagram, bara, hvernig ætlaði að gera svona drunk get ready with me? Við gerum kannski bara hér. Við ætlum ekki að segja neitt þetta. Ég kom með nóg að því að við lofa ykkur. Hvað er það að skrifa hér? Heyrðu, Brynhildur, hún er að fara út. Ég er að fara til Króatíu. Ég allt sumar ætlar að koma heim í ágúst, þannig ég er búin að vera, ég held að ég hafi farið smá fíl út í hana í nokkra daga og er ekkert búin að vera að hitta hana út af því að ég afneiti hún sé að fara út og það ég vill ekki feysa það. Nei. Það ég hleyp frá vandalum mínum. Nei, ég er bara svona in denial og svo mun ég koma út og vera eitthvað, ég ætla að fara hitt Söru, svo er bara Sara er ekki hér. Bet já, ég er Króatíu. En við ætlum að vinna með þetta samt. Það koma vlogs, við ætlum að drita inn vlogs og gera fleiri vlog. Já, við vorum að ákveða eitt út af að ég er búin að vera að vlogga mjög mikið bara á síma minn og eitthvað svona, bara þú veist, þegar ég er ekki með Brynhildi. En þannig að ég var að spyrja hana, ég er eitthvað, á ég að búa til mitt eigi YouTube channel eða eigum við bara að drita inn fullt af vlogs inn á Gellukast? Það sem að ég líka setja mín, já, sem ég geri. Þú ert bara að gera þín vlogs á Króatíu, bara á Króatísku. Dobar dan! Hvað sagði það? Dobar dan, já. Ég sagði þetta morgulega. Nei, Brynhildur alltaf ekki að gera þetta króatíska en þú veist, ég held að það sé miklu skemmtilegur út af því að þá erum við líka svona nær hver öðru ef við erum alltaf að setja inn hvað við erum sjálfar að gera 100%, og þú kemur út. Ég mun koma út. Það verður líka, mér finnst genuinely ógeðslega gaman að sjá okkur í útlöndum þegar ég er heima. Já. Þú veist, ég manstu þegar það var eitthvað sem svona stelpur sem voru byggu í Bandaríkjunum sem var alltaf að setja á Snapchat. Já. Ég var alltaf að horfa á það, ég er alltaf að horfa á eitthvað svona stelpur sem búa annars staðar en Íslandi, ég var alltaf svona, wow. Þannig að þetta verður ekki Nei, en ángríns, mér langar svo mikið að vera núna ógeðslega duglegar að við ætlum að taka upp fullt af þáttum núna helgina og áður en að Brynhildur fyrir út. Já. Og til að geta verið að halda áfram að posta, síðan ætla ég líka að fara út og þá tökum upp þætti. Og við gerum líka kannski svona FaceTime þátt, þar sem við erum báðar bara eins og FaceTime. Já, þannig að við ætlum bara að sjá þú veist, hversu mikið af þáttum við náum að setja í allt sumar, en síðan ætlum við að gera, þú veist, bara Gellukast 2.0, bara svona next season af Gellukast eftir sumari og þá eru ný myndataka og nýtt efni og eitthvað, þannig að við erum samt að fara að drita inn fullt af vlogs og eitthvað, það er að koma fullt og það er að koma merch og það er að koma svo mikið spennandi. Þannig að það er að koma fullt fyrir sumarið og það sem við gerum ekki, ef við missum að þætti þá munum við reyna að gefa inn fleiri vlogs eða eitthvað eina, þú veist, sem kemur í staðinn. 100%. Af því að, já. En þú skrifar Taylor Kim K. Já. Ertu ekki búin að heyra, nei, hætta mér að fucking stóla. En ok, mér langast að segja eitt áður en ég segi það. Það er ángríns, ég elska þetta community sem við erum að byggja þarna. Ég ángríns, ég fór í Shelly Hveragerði og stelpan sem var að vinna, hún bara eitthvað, ég er akkurat að hlusta á þáttin ykkar og hún bara eitthvað ángríns, þetta er bara svo gaman og ég er alltaf með fasta vaktir á föstudögum, þannig ég hlusta alltaf, ég er örugglega fyrsti hlustandinn alltaf og ég bara og síðan fór ég niður í bæ og það voru allir bara hæ, ert þú ekki með Gellukast ég dýrka ykkur og ángríns það er svo real og eitthvað og bara ég dýrka hlusta ykkur, þeir eru búin að hjálpa mér svo mikið og eitthvað, þannig að oh my god. Þú veist, við þurfum að vera duglegar að setja inn út af því að ég og Brynhildur föttum stundum ekki að það sé actually fólk sem er að hlusta á okkur, þannig að okkur finnst geggja þegar þið komið upp á okkur og segja þetta á okkur út af því að það mótivetar okkur í að vilja gera meira úr þessu, þú veist. Eða bara svona skilabóð, við reyndar náum ekki að sjá neina skilabóð á Instagraminu af einhverju ástæðu. Nei, ekki heldur. Nema við förum í tölvuna en Já, ég hef ekki gert það sko, en það er ógeðslega pirrandi út af því ég stundum að reyna að fara inn á þetta til þess að svara einhverjum
en það bara lótast endalaust, eða þú veist, það kemur bara blank en ok, Taylor Swift og Kim Kardashian dramaði Erst þú ekkert inni í því? Nei, ekki neitt. Ég er ekki Taylor Swift. Nei, ég hata Taylor Swift, sko. Nei, ég hata hana. Hún er ógeðsleg. Nei, ég er ekki að segja það, en þú veist, ég bara fíla ekki, þú veist, það er eitthvað við hana sem fyrir tónlistin hennar og ég bara svona, það er eitthvað svona sem ég er svona, þú veist, ekkert eitthvað mótinu þannig, en þú veist, tónlistin og allt þannig. Ég fíla alls ekki tónlistina, þú veist, og ég skil heldur ekki þetta öfga æði yfir Taylor Swift. Ég genuinely skil það ekki. Nei, ekki heldur. Ég bara skil ekki að sé eitthvað manneski sem eru öfga fans. En ég elska Kim. Var ekki eitthvað, hún gerði eitthvað lag sem átt að vera nafnið hennar Kim, eitthvað Kim í textanum á laginu. Heyrðu, hún bjóð til lag út af því að það var hann drama þegar ok, ég reyndar veit ekki alveg nógu mikið þetta drama, ég var bara að sjá þetta á TikTok. En hérna, það var sem sagt, hún gerði lag núna að hún hataði Kim Kardashian og mamma hennar vildi að Kim væri dead og eitthvað, she wish eitthvað, everybody knows that my mom is a saint but she wishes you were dead og það út af því að ég veit það, ógeðslega brútal en það var líka bara, þú veist, þetta var eitthvað að Kanye West þegar hann gerði þetta upp á sviði og þannig að við búið að vera eitthvað og Kim Kardashian posta eitthvað vídeo til þess af síntalið þeirra til að sína að og hún vissi á þessu þannig hún er búin að hata hana eitthvað og síðan var hann að posta þessu lagi og hún er bara K-I-M og svo bara every time that eitthvað hún syngur svolítið eins og hún líka bara nákvæmlega já, ég veit það ekki líka með hana en hérna hún var að segja þú veist bara eitthvað allan tíman sem að þú hélst að ég veri over it þá var ég að build something og eitthvað bla bla og eitthvað og ég bara búin að vera bara, já og mér er bara ógeðslegt að segja við manneski sem er móðir og eitthvað sem er eitthvað yfir eitthvað drama sem er lengur búið að gerast að mamma henn wishes you were dead ég hef aldrei heyrt það er fáralegt mér finnst það bara ógeðslegt ég veit ekki neitt um þetta en ég langar ekki til að tjá mig ekki heldur en ég er samt að tjá mig ég er samt að tjá mig eigum að fá fyrsta gestin inn? Já Let's do it! En þurfum við ekki að tengja þá önnur heyrnardól? Þau þurfum ekki að vera heyrnardól, þau náttúrulega heyra í okkur bara in real life. Já, en er samt ekki betra fyrir að vera með heyrnardól? Sko, hvað ætlum við að vera bara eitthvað? Þú þurfti þá að koma hingað. Náðu bara fyrsta gestin. Það er annar Já, ég segja, en þú getur ekki sett mækana yfir hvern annan, þannig að þú þurftir að hlýna mér. Var alltaf á klúbnum sinni þér. Hvar, sko... já, ég er að fara til Króatíu sad but not sad af því það er æðislegt fyrir og ég vil sjá fleira fólk Íslendinga til Króatíu ég held að Króatíu sé nýja Tenerife bara no joke, hérna, ok hvernig ger ég? Við komum með, ég veit ekki, er þessi tengdur? Pröfa það bara Prófa að tala Nei, hann er ekki tengdur. Hann er ekki tengdur. Vertu bara hér, við verðum saman. Ja, við verðum saman, já. Herði. Er Púki í Söru eða? Það er reyndar, það er alltaf Púki í mér. Og Brynhildur reyndar, þannig að við verðum að passa okkar þegar við verðum saman, það er. Já, við verðum að gera það. Við getum alveg verið brútal. Þetta ætlar að kynna gestirna? Heyrði, já. Þetta er hann Máni. Hann er hérna aðal maðurinn á Happy Hydrate skrifstofunni. Jú. Hann er að sendast út allt og græja hitt og þetta og veit allt og kann allt. Þannig að við kynnum til leiks Mána. Já, hæ. Það er svona klapp í gangi núna. Hvað heitir fullnafni? Máni Gíslason. Ok. Máni Gíslason. Máni Gíslason, velkomin. Velkomin. Við sem sagt ætlum að taka fyrst í svona general knowledge og það verður svona hraðspurningar eiginlega. Já. Ok. Ertu þið ready? Á ég bara segja fyrst sem ég hugsa. Nei. Þetta er alveg fáralegt, þetta er general knowledge. Ok, þetta er bara svona hluti sem þú átt að vita. Þetta er bara hversu heimskur er þig? Já. Okay. Í rauninni. Ok. Hvað er fjölmennasta land í heimi? Tikk. Er ennþá hláturinn í gangi? Kína. Nei.
Nei, það er ekki látur í gangi. Hvað eru margir hringir í Ólympíufánanum? Ætlar ekki að segja hann hvað rétt að svara Nei, þetta var rámt. 7. Rámt. Höfuðborgin Ástralíu. Sydney. Rámt. Herru, hvað? Já, nei, ég er með svo hérna spurningar. Hvað stendur tvöfald fyrir? Work. Nei, þú veist, þegar maður skrifar eitthvað. www. Hvað þýðir þessi fyrstu 3 stafir? Ég lærði það í forritun, sko, ég er búin að gleyma því. Ok, já, rámt. Hvenær sökk Titanic? 1940 Rámt. Já. Hvaða partur af líkamanum finnur ekki fyrir sársauka? Heilin. Já, rétt! Hlustar á þetta Gellikast. Já, ég heyrði þetta hjá þér, sko. Yay, we're making the We're world a better educating. place. We are. Það gerir það klárari. Vá, feilaði bara öllu. Nefna heilanum, út af því að þú lærði það hjá Gellikast. Já. Heyrði, ok, þetta er raumulega spurningar, en þetta er Nei, ég var náttúrulega með- spurningar sem að þú átt bara að svara fyrst. Ok, Annars er mango. mango, Stutt eða sítt hár. sítt, Blond eða brunett. bæði, Vodka eða tequila. tequila, Ok, komdu með eitthvað annað spott. Bláu eða brúnu? blá, Bleikur eða blár. blár. Ok, núna erum við aðeins búin að hita þig. Ok, það er alveg Þannig að- stressandi, sko. Ok, Já. þannig að við ætlum aðeins að fara út af við töluðum í síðast þætti love language. Já. Veistu hvað það er? Þú veist, er það ekki bara svona hvernig þú finnur fyrir ást eða eitthvað Þú svoleiðis? veist, Já. hvernig þú vilt að maki þinn sýni þér ást og Og hvernig þú sýnir ást? Já, ást. á móti. Þannig að við, út af okkur fannst þetta svolítið merkilegt þegar við vorum að tala um þetta síðast. Við erum til dæmis alveg eins með okkar love language. Við erum svona get act of service en síðan viljum við quality time á móti og við viljum svona að makin okkur sé svona obsessed á okkur. Og kannski ekki Adored. of mikið. Já, adored. Við viljum engin stalker vibes. Nei, en takk. svona adored. Já. Já. Þannig að hvað er þitt love language? Sko, bara virðing og traust. Þú veist. Nei. Íta vilja staka. Virðing og traust þá er það sem að þú vilt sjá frá okkur öðrum sem þú ert með. Já, þú veist, ég myndi bara velja virðing og traust og þú veist, Já. bara ég sé um rest. Já, hún sé ekki disrespectful. Nei. Það væri Nei, en þú fáránlegt. veist, svona, þú veist, vilt þú Ekki vera láta breyta svarinu. Nei, ég er ekki að gera það, Nei, ég er komdu bara að með spyrja. Þú veist, vilt þú að kærast þín sé, þú veist, alltaf að gera eitthvað fyrir þig, skilurðu? Nei, Ekki. eða þú veist, skilurðu. Nei, þú hatar það. Þú veist, jú, Hann er eða, bara þú eins og við. Ekki gera neitt fyrir mig. bara ég þarf ekki mikið, sko. Þú Nei. veist, ég vill ekkert sérstakt, ég vill bara virðingu og traust og bara hafa gaman, sko. Bara basic. Já. Hvernig sýnir þú ást? Þú veist, ég er fokkin rómatískur, sko. Já. Já, En ég það er er mjög svona rómatískur. act of service. Eiginlega. Já. Já, en hann er öfugt við okkur. Hann er eins og við. Já, hann er eins og við. Sara. Veistu það, ég er ekki með henni heilsælur, ég er búin að vera full alla vikuna. Þannig að ég er bara búin. Mér er það bara í gær, neyri. Ok. Og við erum bara að tjáma aftur í kvöld, en ég ætla að rechargea heila minn. Nei, við erum örugglega að drekka rauðvin minn, við tökum alltaf þetta. Herru, törum þetta eftir. Já, ok, bæ. Hérna, Já, þannig að act of service, eitthvað fleira. Bara það, Kemur í sko. huga, bara það. Já, þú veist, eða skilur ég, bara ég er rómatískur og ég held sé bara mjög góð að kærast þig, sko. Já. Þetta er einmitt svona, þú veist, hvernig þú svona í rauninni tjáir ástina þina, Já. skilur, því að sumum finnst ekki létt að tala, sumum get ekki sagt, sumum finnst ekki óþælt að segja ég elska þig, eitthvað svoleiðis, en Mér þeim finnst finnst þægilega, já, en sumum finnst þægilega þá að svona physical, skilur, vera eitthvað svona Já. kúra endalaust, sumum finnst óþælt, ég er ekki eitthvað mikið svona physical touch, ég er physical touch. en sumum finnst hitt þægilega að tala, ég er enda ekki það heldur, Nei. ég vil ekki alveg. Fara bara heim. En hérna, nú, og ég var með einu spurningu sem ég er búin að gleyma út og að tala þessu lengi. Ok, ertu með eitthvað aðra spurningu? Sko, ég var með í símanum, en við erum að taka upp á honum. En það var hann að sama og við spurðum Arnar þegar við fengum hann. Það var eitthvað svona hvernig strákar díla við hlutina. Já, ok, eftir sambandslít og svona, Já, þú veist, mynd þú segja að þú fer bara strax og ert bara að djamma á fullu og bara svona, ert að ignora vandamáli og síðan kannski krassar seinna. sko, Þá bara sakna hennar og eitthvað svona.
Nei, þú veist, máli þegar ég búin að ákveða að séu sambandslið, þá ég búin að hugsa út í það alveg bara, þú veist, gjössanlega í gegn. Áður það gerist? Já, þú veist, ég er alveg búin að taka útilokunaraðferðina og ég veit þetta er búið í hausnum mínum, skilurðu, áður en að þetta gerist. Já, það er svo stráka þannig. Já, og þess vegna er kannski, þú veist, léttara, þú veist, ekki að komast yfir það, eða fattarðu. Þú ert svona búin að reikna út alla options, svona niðurstöður. Já, og út af því þá er maður alveg rólegur en auðvitað er þetta erfitt og eitthvað svoleiðis en þú veist. Já. Það er alveg nokkur strákur þannig, ég hef heyrt áður hjá öðrum strákum og kærastinn minn svona, hann er svona bara veit að hann er búinn að hugsa fyrir sér ef þetta gerist, sem er ógeðslega steikt samt. Ég gerði það líka. Það? Já. Ég held sé ekkert að því, ég held að allir gera það. Nei, það er ekkert að því, en þetta er bara svona, ég hef aldrei gert þetta. En það er bara því að þú veist... Þegar ég hætti með fyrrandi, þá var ég búin að hugsa þetta örugglega hálft ára eða eitthvað. Ég er bara að hugsa þessi ekkert option. Svona 3 mánuði. En þá var ég búin að hugsa bara, þú veist, ok, út af því að... Ef þetta gerist. Já, út af að ég vildi líka ekkert bara ef þetta gerist, ég var bara svona, ok, svo er ég svona, vildi vera gert næs dagana áður en ég myndi gera það. Og varst þú að það hætta þá? En ég get samt komið punktin í, ég hugsaði aldrei sambandslit áður. Ég hugsa alltaf bara, ok, ég er að fara að, þú veist, eignast börn með þessar mannesku. Já, ég er að segja, ég hugsa þannig. Já. Ég hugsa alveg þannig. Ég er ekki, þú veist, búinn að hugsa út í þetta áður en þegar að þetta er á leiðinni þangað, þá er ég byrjar að taka útilokunaraðferðina og þú veist, bara svona, ok, þú veist, er þetta að laga þetta? Ok, það er ekki eftir að laga þetta. Þú veist, það er þá ákveða, skilur. Annars er ég bara full on, bara þú ert ekki fram til. Nei. Ef þetta endar, þá veit ég. Nei, ég er ekki þar, sko. Nei, ég er líka að tala um það sama. Ok, það meikar sens, að þegar ég mitt svona hugsaði allt bara, þetta er bara eitt, skilur. Já, þú veist, og maður á að hugsa þannig. Þú veist, og maður á að reyna sitt besta allan tíman, þú veist, en skilur, og mér finnst líka, þú veist, heimurinn er alltaf að hlusta og ef að þú ert bara eitthvað svona, ok, ef þetta gerist hérna, þú veist, þá ertu búin að búa til eitthvað í hausnum og þá allt í einu byrjar að gera hluti í takt við það og þetta bara fer allt í fokk. 100%. Bara á ekki að hugsa þannig, skilur. Við trúum á það. Já, við trúum mjög mikið á það. Þú ert pressed. Já, ég er að kynnast nýja. Nei, en ég meira þess að þegar ég er að hugsa, þá passa ég hvernig ég orða hlutina, ekki ég þarf að gera þetta. Þetta er meira svona, ég fæ að gera þetta. Samátt sé bara laga skemmta bílinn minn, bara ég fæ að gera þetta, ég á bíl, skilur. Maður þarf alltaf að passa hvernig maður lítur á hlutina, sko. Ángríns, við þurfum bara að taka Máni lengra viðtal, mér langar að ég dyrka að vera hana. Ég var fyrst stressaður og því að það er stundum púki í söru, sko, en þetta er alveg gaman. En Ángríns, við elskum líka svona hugafar hjá fólki og við erum búin að tala um það mjög mikið í podcastinu líka, að þú veist, svona hugafar hjá fólki kemur því svo langt. Já, þetta er líka mikilvægt. Já. Og líka út af að fólk er, þú veist, svo mikið fórnarlamb oft og þú veist, og hugsar bara, ég þarf að vinna og ég þarf að gera þetta. Það eru 90% af fólki sem bara, þú veist, bara hugsa einmitt þannig, bara, ég þarf að gera þetta. Þú veist, pældi í hvað dregur úr mikla orku. Þarft að vera bara pakkaðar orku, sko. Hvernig tilengaði þú þér þetta mindset? Ég bara, þú veist, bara lesa og eitthvað svoleið, sko. Þú veist, ólstu svona upp eða var þetta eitthvað sem þú tilengaði sjálfur bara? Ég bara veit ekki, þetta bara kom. Við hefur bara veit, kannski lesið þetta eitthvað staðar eða bara svona educataði smá. Örugglega. Já, sniðugt. Mjög sniðugt. Þetta er bara, við þurfum bara að fá kannski í lengra viðtala sem við erum með tíma. Við náttúrulega erum bara að vera hérna í alla helgina til að taka upp fyrir allt sumar. Þannig að Máni kemur í lengra viðtal sem við erum með fyrsta spurningum. En þetta var enda á góð nótum. En það voru skelfileg byrjun, sko, og það var bara svona fucking spurningar, ég bara, Stundum maður ekki svona, þetta er svona spurning sem maður pælir aldrei í. Nei, og líka bara, ég og Brynhildur hefum hvorugar geta svarað eitt af þessu. Nei. Það var ræðilegt og það er ekki... En Ólympíuhringin eru ekki 9 eða eitthvað? 5. 5? Já, ég ætla að googla þetta til mig. Til þess að vera viss? Já. En það var þannig ræðilegt og þú hefur vitað öll þessi svör og svo bara verið gett heimskur í allir hinn. Já, mér finnst Ángríns meira... Já, mindsetið á þetta, það er impressive. Já, takk. Þú veist, þú þarft ekki að vita Ólympíuhringina. Það veit það enginn nema og sérst bara eitthvað... Það gefur ekki til lífinu, að pæli því. Nei. Ekki neitt. En ok, við fáum næsta. Takk, kærlega Máni. Já, bara sjálfsagt. Takk svo mikið fyrir að koma inn til okkar. Fyrir að koma inn. Alla þessa leið. Alla þessa leið inn hurðina. Fyrir að koma inn. Segðu bara Bjarka að koma inn næst. Og Bjarka næst. Næjan. Já, það klappa fyrir þér.
Já, flott. Þetta var impressive. Já, þetta er gaman að sjá svona aðra hliða fólki sem svona... Við þurfum að... Ég held í mækin allan tíma til að passa... Þetta er líka gaman út að þú hefur ekki kynnst Mána og svona, og ég var alveg að kynnast annar hliða á honum, þannig að við þurfum að taka fólki meira svona viðtöl til þess að draga þau út skilni. Heyrðu, Bjarki! Akkur varst að færa þetta? Founder! Hérna er næsti. We found him. Hann er founder af Happy Hydrate með strákanum. Hvar fannst þetta Happy Hydrate? Hvar fann ég það? Þú er founder. Þetta til. Þetta var djók. Þetta er ekki tengt, Sara. Já, ég veit það. Sleppti svo. Nei, að prófa að tengja þetta, það er alveg óþægt að heyra ekki með núna. Er hægt að tengja, Máni? Máni? Nei, Bjarki. Sorry, Máni var að fara. Máni farinn. Máni, Bjarki, Tóti, þetta er alltaf sama. Sko, deilum heimili og sængum deilum öllu nema nærbuxum og kvenmönnum. Heyrðu? Já, ég heyri. Nærbuxum og kvenmönnum? Já. Vá, gaman að heyra. Geggjað. Er það ekkert samt smá að deila kvenmönnum? Nei, eitthvað minna sko. Jæja. Heyrðu, hraðaspurningar á þig. Jæja, Brynhildur. Hraðaspurningar? Já, þetta núna er sko... Þetta er reyndar eitthvað sem að Bjarki geti verið góður í og hann er svo klár. Það er nefnilega máli sem við erum að testa hér. Við erum að testa hvernig gæjan er. Já, við erum að testa... Máni er svona... Hann er manifest-típan. Hann er með góðan haus. Hann er life smart. Hann er mjög life smart. Vistu að við vorum að komast að því? Ekki þú? Ekki ég. Nei, við vitum það ekki. Núna erum við að komast að því hvað hann er. Ertu ready? Já. Þetta er svona general knowledge. Oh boy, ok. Þetta er, já. Hvað er fjölmennasta land í heimi? Kína? Ránt. Hvað er margir hringir í Ólympíufánunum? 6. Ránt. Ha? 5? Höfuborg Ástralíu. Já, 5. Þetta er ekki Melbourne, ekki Sydney. Þetta er... hvað heitir hún? Veit ekki. Canberra. Hvað stendur www fyrir? www. Já. Þú veist, þegar þú ert að... www. Og svo gerur heimasíðuna. aurorasportswear.com ROKVR.is Web Visitors. World Wide Web. Næsti. World Wide Web. Ég gef holtstig. Okay. Hvenær sökk Titanic? 1912. Já, rétt, vá. Vá, ég er svo klár. Hvaða partur af líkamanum finnur ekki fyrir sársauka? Olnboginn eða eitthvað? Oh my god. Það er enda smá rétt. Nei. Ef þú klípur í olnboginn, en það er skilji. Hvaða Ég finn partur? alveg smá fyrir því. Heyrðu, Það er heilinn. Máni vissi þetta út af að hann var búinn að hlusta á Gellukast. Já, ég líka, ég er alltaf að hlusta. Thank you. Nei, Ég bara glemdi þeim partið síðast. ég sagði við Bjarka í gæri, ég er eitthvað, já, ertu búinn að heyra nýjast þáttinn? Nei, já, ég horfði á hann og allt og ég eitthvað, já, ok, hvernig? Í gæri ég bara horfði á hann allan, ég eitthvað, það er skrítið. Hann var ekki er mynd. komin í mynd. Nei, bara smá það er hvítli. Þetta var svona fyrstu hraðspurningarnar. Þetta er aðeins til að svona lighting the mood áður með fyrir minni deep stuff. Það voru aðra hraðspurningar. Þetta er allt allt. Ég þarf bara að vinna, sko. Þetta er, já, Ananas alveg búið. Ananas eða mango. Ananas eða mango? Já. Ananas. Stutt eða sítt hár. Sýtt. Á kallega konu? Konu. Já, sýtt. Blond eða brunette. Skiptir ekki máli. Vodka eða tequila. Úff, vodka. Ég er bara Get ekki out of tequila, here. en ég vil vodka. Brún augu. Fyrir til típinum bara. Jæja. Ok, núna er það serious stuff. Núna ætlum við að leggja bara blöðin niður og núna ætlum við aðeins að kynnast. Veistu hvað love language er? Love language. Já. Já, bara hvað þú gerir til að sína ástina. Hárrétt. Hvað er þetta? Hárrétt. Ástin er nefnilega bara afurðin af því sem þú gerir, sko. Það er vissulega rétt. Það er bara þannig. Hvað er þitt love language? Sara, please. Já, þetta var allt búið að kurlast. Það er svolítið, þú veist, þú er bara að skilja hverja þarfir hennar eru og hverja þarfir þínar eru. Þú voru að tala næri mækin. Þú bara skilja þarfinnar, skilja þú bara analysa einstaklinginn og... Nei, en þú veist, vilt þú fá... Hvað vilt þú fá frá, viltu svona act of service, viltu fá að hún segi svona fyrst, segi orðin bara ég elska það oft, eða viltu fá... Næ, sína það frekar, sko. Já, sína það. Sína það.
Já, alltaf. Já, þið drullu saman Því að orðið ekki neitt og sýnir ekki, sko. Það er true. Bara- Hvað sagði, elskar mig? Sýndi mér það right now. Sjá. Það er bara verið að taka þennan. Og það er þetta mjög rétt út af því að það er svo margir sem að segja bara fullt af ykkur dóti en ef þau sýna það ekki þá skipta það enga máli. Já. En hérna hvort viltu að maki þinn sé þú veist svona sýna að þú veist gera gett mikið fyrir þig og vera gett rómantísk við þig og þú fílar að svona taka við því eða öfugt? Bara á báða vegu, Bæði. sko. Bara Já. jaft. Getur alveg verið, þú veist, fílað svona hana acts of service og líka viljað gefa acts of service, það getur alveg verið bæði. En þú veist, hvernig tjáir þú þig? Hvernig tjá ég mig? Þú veist, þannig að þú myndir, ef að þú, ég get ekki tjáð mig til dæmis, ég er ekkert góðið með orðum, Nei. en ég er meira svona acts of service, þú veist, ég get gert hlutunum frekar. Hvað myndir þú segja að þú verir? Já, góð spurning, sko. Hvað fílar meira, þú veist, finnst þér betra að segja hlutuna eða ertu meira svona physical touch, tartu physical touch? Ég, þú veist, það þurfa allir physical touch, skilur. En þetta er bara, já, Veistu það kannski ekki? nei, það er kannast En- meira í það, sko. Það er samt ángreis og það eru svo margir sem vita það ekki og Já. það er svo mikilvægt að kynnast sjálfur sér og kynnast, þú veist, svona, ok, hvað vill ég fá frá makanum mínum og hvernig sýni ég ást og þetta út af því að, þú veist, það er svo erfitt að vera í sambandi þegar þú veist ekki hvað þitt er, já, og hverju þú ert að leitast af út af því að, þú veist, þú getur verið með maka sem er bara alltaf að segja eitthvað við þig en er ekki að sýna það og þú veist, Þá ert þú ekkert að fá neitt út úr því, skilur. já, síðan kannski er annar Makes sem sense. að hatar physical touch og vill bara orð, þú veist, þá myndi það virka verið það. Það þarf að vita hitt og þetta er Já. hitt. Þú þarft að greina þetta svolítið, sko. Þannig að þú ert bara svona millivörinn. Er ég millivörinn? Nei, þú veist, ég þarf bara peace. Þú veist, maður er að vinna allan daginn og er í miklu gargi og þannig dæmi og bara geta komið heim og án þess að það sé bara væl að closet sitt hans í opinn og þetta og þetta og þetta. Og Bara chill. Já, bara chill en samt, skilur við. Já. Bara hafa hann að þæga. Hann er Bara, bara still. bara þegiðu. Já, nei, Og bara, Alltaf að snúa út öllu sem allir segja. já. Sara er svolítið að því. heyrðu, við vorum báðar að því. Ég sagði við Sara. Já, þessu er Sara. Hún Sara er svolítið að því. En hérna, við fórum aðeins og töluðum með Mána með mindset. Hvernig manifesta þú? Já, en þú veist, ég er ekkert að hugleiða nógu mikið, en ég ætla að fara að gera það meira. Já. Maður ætti að gera það, sko. En þú veist, maður manifesta líka bara, þú veist, maður setur sér markmið og skýra stefnu hver að ætlar að vera eftir 1 eða 2 eða 5 ár og Manifesta sjá sér þar. Já, maður veit alveg hvert það er að fara. Alveg klálega. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Happy. Heyrðu, ok, við ætlum að leifa að fara að vinna og mátt Já. senda Tóta inn og takk kærlega fyrir Komuna. Það að að klappa koma. fyrir þér. Æðislegt. Bjarki. Takk fyrir. Takk, Bjarki. En við þurfum eiginlega að Þetta setja er líka alveg inn í lag. gaman. Ha? Já, þetta er svo gaman að taka svona viðtöl. Já, kannski bara við verðum aðeins viðbúnari. Ananas eða mango? Þú veist. Já. En mér finnst þetta bara gaman. Þetta er svo Gaman. Þetta er líka aðalega, sko, við erum ekki að gera þetta langt. Þetta er bara eitthvað, þetta er bara quick. Bara svona til að, í rauninni er spurningi bara hvað er þitt love language. Við ætlum að sjá bara svona hvort að strákar í fyrsta lagi mitt viti, Bjarki var ekki alveg viss, og sjá hvort að strákar viti sitt love language og hvort að bara, þú veist, Já, út af því að, þú veist, eins og bara með mig, ég vissi það í raun að vera ekki fyrir en ég... haltu minna í þetta, því að þá heyrist þið ekki í svona puttunum á þig. Þú heldur bara hér. Já, hérna, út af því að, þú veist, þegar ég talaði Brynhildi um daginn, þá, hérna, vorum við að spekular í þessu, en ég hafði aldrei hugsað um þetta áður og þetta er svo ógeðslega mikilvægt út af því að þegar ég hef verið í samböndum og þetta, þá hef ég aldrei tjáð mig um svona hvað ég þarf í sambandinu og þetta er svo ógeðslega mikilvægt að vita þetta Já. til þess að geta sagt við maka sinn bara, heyri, ég þarf meira af þessu eða eitthvað, þú veist, en þú veist það ekki. Af því að ef að kærasti minn væri bara alltaf að segja mér hlutina, bara segja ég elskar mig, en væri aldrei að sína neitt eða segja mér að ég þyrfti
ég þyrfti svona physical touch en hann væri alltaf að segja mér og hann heldur bara ef hann er að segja bara endalaust og þá heldur hann sé að gefa mér ást en ég er aldrei að fá neitt þegar ég vil hitt þannig að ég er bara empty og þá verður svona þá verður eitthvað pirringur og þá er miskilingur en núna er Tóti tölvukall kominn klöppum fyrir honum geða honum heyrnartólin Ég er búin að tengja nei ég sagði geða honum velkomin Tóti Velkomin Tóti tölvukall Þetta er annar founder of Happy Hydrate Við erum með nýtt intro fyrir ykkur Já, í alvörunni? Já Hvernig er það? Við vorum að syngja það. Það bleikitækin Heyrðu það ekki? Tóti Hvað heitir þú fullu nafni? Þóra Nál Jónsson Vá, flott nafn Hvað er þetta? Gráðinum Byrja þú á Veistum að byrja á smá general knowledge Hætt að taka alltaf mikrofón alveg frá Nei, ég mér er að gera svona Já, Ég gleyma alltaf að setja á þig Brynhildur er svo mikið svona, tekur hann alveg til hot svona bara Ég þarf bara Erfitt með að deila. Við erum bara svona í stæk Ok, Tóti, þetta er svona general knowledge questions Í dans Alltaf í símanum Nei, Tóti Símagall Við spurðum ekki Bjarka hvað heitir fullu nafni Nei, hann heitir Bjarki Geir Logason Vá, líka flott nafn Flott Erstu reddi? Já Ok Þetta er bara hraðspurningar basically Þetta er general knowledge, 1 to go Hvað er fjölmennasta land í heimi? Kína Ó, það eru allir búin að segja það Það er ránt Hvað er margir Indland Já, rétt Hvað er margir hringir í Ólympíuvanum? 7 Ránt 6 5 5 Höfuðborg Ástralíu Sydney Ránt Það kann berra Já. Hvað stendur www fyrir? eins og þú segir www .com World Wide Web Rétt Wow Hvenær sökk Titanic? Sökk aldrei Rétt Hvaða partur af heilanum finnur ekki fyrir sársauka? Allir Nei, ég sagði hvaða partur af heilanum Það er ekki Allir sem er rétt Það er rétt Já Hvaða partur af heilanum finnur ekki fyrir Hver var spurningin? Hann vissi það samt, hann sagði allir Já, Þannig að það var rétt fyrir sko Já, ok Spurningin var hvaða líkamspartur finnur ekki fyrir sársauka? Já, heilin Já. Heyrðu, við erum aðeins að lighting the mood áður en við ferum í the deep stuff Þannig að ananas eða mango Bæði Stutt eða sítt hár Sitt Blond eða brunette Brunette Vodka eða tequila Tequila Tequila, varst þú ekki með einhverja? Jú, við spyrum brún eða bláu Já, brún eða bláu Brún Ok, Yay! þú veist, we're winning hérna Eða reyndar allir búin að segja blá nema Tóti Já, hann sagði líka brúnett Já, Takk já, Tóti já Sara er Farðu. brunette Þú líka Þeir eru bara að lita okkur hárið Ég er redhead Já Í alvegni Já. Það er svona dökkrut Já, dökkrið, nákvæmlega You're rutted Heyrðu, Excuse me ok, við ætlum aðeins að tala love language Ok Veistu hvað það er? Nei Brynhildur Tóti Ég er bara í tölvunir Alveg rétt Það er svona eins og elska tölvur að gegja mig Nei, sem sagt, þetta er basically hvernig þú tjáir ást og hvernig þú vilt að fólk gefi þér ást eða kærastæði til dæmis, ef þú ætti kærastu sem þú átt ekki Ok, ég var að Takk fyrir að segja mér Ok, nei, sko, Máni þarf að hlusta hann þátt út af því að ég er ekki einn sem er púki Þegar ég og Brynhildur er saman, þá erum við saman alltaf að gera það Við veljum bara fólk sem að hefur gaman að þessu Já. En þetta er Eru þið basically ekki að fara að vera púkar í kvöld? Jú. Sannarlega Og í gær Og í fyrradag Heyrðu, ok Ok, Og hinn segjum, ég ætla að reyna að útskýrta þess fyrir þér Já, já. Þetta segjum eins og ég og Sara, við fílum að makinn okkar sé svona adoring us eða, Of course hvað var þetta hitt? Vá, er ég heimsk? Já, þú veist, við viljum svona að makinn okkar sé svona ekki obsessed á okkur en samt svona adore us við, þú veist, það eru margar stelpur sem fíla bara að gæja sig
að dissa þær. Við erum til dæmis ekki þar. Já. Við erum ekki þar og síðan erum við gett mikið svona, við viljum vera að gera eitthvað fyrir makan okkar, þú veist, vera elda uppáhaldsmat, já. Þannig að ég er ekki góð í að segja hlutin, eða svona að vera svona ekki góð í tjáningu með það? Nei, ég er ekki nefnilega góð í að tjá mig, en ég líka vill frekar gera acts of service og svo það öfugt, ég fíla... Það líka svolítið ákveð form af tjáningu? Já, það málið. Ég tjáði mig þannig. Þú getur tala endalaust, en svo gerur ekkert, það ekkert svaklega mikið. En sumir fíla vilja heyra þetta oft, skilurðu. En það bara fer líka eftir hvað makinn þinn vill. Og svo það, ég vill að makinn minn, nei, ég vill gera acts of service, en ég vill fá, að ég sé svona adored, eða það var eitthvað annað, ég bara manna ekki. Þannig að þetta svona hvað þú vilt gefa frá þér og hvað þú myndir vilja að makinn þinn, svona hvernig þú myndir vilja fá ást. Skilur mig. Fattar hann hvað er að tala um? Ég fatt það, já. Hvað heldur þú að þú sért? Hvað heldur ég sé? Hvernig myndir þú til dæmis tjá þín ást, svona helst? Það voru 2 spurningar, hvað á ég að byrja? Með þetta skilur, og bara tjá þín, þú veist, hvernig þú myndir tjá þig? Já. Það fer svolítið eftir svona hvað er mikið að gera, sko. Svona eins og núna þá er ég bara ekki að tjá mig neitt. Nei, ok, en segjum bara ef þú ert í sambandi. Já, einmitt. Þetta er svona, þetta er ekki happening right now, þetta er svona, hvað segir maður, svona ímyndunum. Já, það er svona bara fer svolítið eftir hvað er í gangi í lífinu, sko, af því að eins og núna þá væri það svolítið erfitt, af því að það er svolítið mikið að gera og rosalega mikið áreiti og þegar ég fæ rosalega mikið áreiti, þá er rosalega erfitt að fá svo svona ekstra mikið, þú veist, þegar maður kemur heim, þannig að svo núna til dæmis væri ég þannig að ég myndi bara vilja hafa allt svona frekar chill og ekki of mikið svona demanding. Og þú veist, ekki fá eitthvað svona ógeðslega mikið þarf að gera þetta hérna saman núna, þú veist, af því ég er bara ógeðslega svona busy á því núna og þú veist, heilinn minn bara næri ekki utanum meira heldur en það núna, aldrei. En þegar lífið er meira chill, þá er ég alveg klárlega þar að bara svona vill alveg fá athygli, skilur, og bara svona, gera þetta, þú veist, til ég að fara og ég er svolítið spontaneous eins og þig og þú veist, alltaf til í það, en hérna, ég er bara búið svolítið langt ástand núna. Það meikar alveg sens. Það meikar alveg sens. Og þetta er líka bara eins og við vorum að tala í bílnum, þá út af ég var orðin bara líka gett ólík sjálfur mér og við vorum bara bæði, vorum ekki að sofa neitt og eitthvað svona. Og þegar maður verður þannig, þú veist, og þá verður maður einhvern veginn svona, maður verður svo tæpur í skapinu og maður verður bara leiðilegur og eitthvað. Þú veist, ég var alltaf leiðileg og síðan núna, þá var ég bara svona ákvað bara, ok, nú þarf ég bara að slappa af. Þannig að núna er ég bara búin að vera bara að sofa miklu lengur og ekki að stressa mig svona mikið út af því að ég var bara orðin leiðileg manneskja. Já, sama hér sko, ég var fokkin leiðilegur. En þú veist, ég voru ekki leiðileg. En við líka vorum í frí í gær. Vorum frí í gær? Vorum chill í gær. Það er mikilvægt. Heyrðu, Tóti Tannalfur, hann var að hérna grillaði hérna og ég veit ekki hvað. Vorum að grilla og krýta og gera sápukúlur og já, heyrðu, fokkin, svo kom rigning akkurat. Já, það kom rigning. Það var öll staðin upptekin í morgun. Já. Þannig að það er mikilvægt að gera svona líka. Já, mjög næs. Þannig að ég er líka búin að duglega að gera það. Aðeins að kúpla út. Af því ég var að vera þannig, ég bara slökkt öllu í símanum. Bara öllu. Þú veist það bara, ég fæ ekki svona titring. Af því ég var bara, ef ég fæ titring í símanum, þá fæ ég bara svona já, þá það er ekki að slaka á fóðum. Nei. Og ég er líka búin að mastera personal settings í símanum. Sara það ekki það? Ég er með 4 mismunandi sko eftir stöðu dagsins. Svo Tóti alltaf að ljúga mér. Hann er alltaf, heyrðu, ég er búin að núna setja þig í favorites, þannig þú getur alltaf hringt. Síðan hringi. Já, þú getur alltaf hringt nema þegar ég er með personal. Þá getur enginn hringt. Nema mamma reyndar. Mamma má alltaf hringja. Já. Þannig að það er sniðugt. Já. Það er ekki sniðugt. En þannig að þú bara, þitt lögleikveit sem mismunandi. Við erum að hætta að horfa í myndaðalina, við erum alltaf að horfa í hana. Já, það er mismunandi. Og já, bara það aðalagast eftir hvernig lífið er núna. En þá bæði hvernig þú, kannski ekki. Já, en hvernig vilt þú fá ást, þú veist? En að segja, þá er kannski orku til þess að fá eitthvað svona mikið. Já, ég veit það, en þú veist, þá til dæmis gæti hann vilja ef ég fæ mikið núna, þá bara hef ég ekki neitt áhuga af því ég er bara með annað í forgangi og þú veist, að það er svona verið að íta skilja á mig, þá meika ég ekki bara neitt. En þá til dæmis gæti þú verið svona, þá myndur þú kannski vilja act of service. Já, þá myndi ég frekar vilja hafa, bara gera eitthvað næs fyrir mig, skilju, bara eitthvað. Kemur heim og bara move, bitch.
Já, eða þá er hún búin að elda uppáhaldskökuna eða elda mat eða þú veist, gera eitthvað svona cozy, þú veist, þannig að þannig að þú myndir það vilja það sem að það ekki verið einhvern beint svona tjáning í bara svona, hei, við komum heim bara, nice. En ef það væri ekki mikið að gera, myndir þú þá velja hitt? Já, þá er ég alveg meira opinn. Það er erfitt að vera með þér, maður veit aldrei hvað maður hefur þig. Já, það er smá erfitt. Það er þá ekki svolítið að segja það? Jú. Heyrðu, núna er ég búin að breyta love language, ég ætlaði bara að segja það. Ég er fjarki núna. Þú gefur svona tölu og... Ég er yfirleitt frekar svona chill, þannig að við þurfum að stúdera líka aðeins hjá þeim love language og taka það svo í lengri viðtal helgina út af því við erum að fara að taka upp þætti fyrir allt sumarið helgina. Strákarnir eru bara, við alltaf að koma að trufla á hennar skrifstofu. Þessi Tóti, við ætlum að gera það. Já. Þú voru að segja hann fyrst núna. Ég fekk að vita að þið ætluðu að gera það. Já, takk Tóti fyrir að koma. Ekkert mál. Við sjáum setna bara í lengri þætti. Já. Núna erum við að klappa fyrir þér. Yay! Hvað er... Oh shit, kannski hringdi my alarm. Takk fyrir að við ekki að taka upp. Oh my god, Brynhildur. Ég sagði að sími myndi deyja. Svo við vitum ekki hvenær, gæti hafa verið að deyja. En nei, ég set bara inn svart eða það dó. Já. Herru, takk samt æðislega í dag, guys. We love you. We love you so much. See you in the next one. And have a great weekend. Bye!